Heldur, eru komnar núna yfir til Sviss út að fara á þitt fyrsta Evrópumót, hvernig er bara tilfinningin? Bara ótrúlega spennandi tíma framöndan, bara mjög góð tilfinning að vera komin á stórmót. Þetta, eins og við hefum kannski rætt áður, þetta var svona kannski svolítið fljótt að gerast við þér að þú ert komin inn í liðið og byrjunarliðskona í liðinu og svona og nú ert að fara á fyrsta Evrópumóti, er þetta ekki bara virkilega svona góð tilfinning að vera komin á þennan stað? Jú, mjög góð tilfinning og bara mikil orka lögð við að vera komin á þennan stað. En ég er bara búin að njóta mín síðan ég fekk tækifæri í landsliðinu og ég held að það sé bara að skila þessari framstöðu. Mikil vinna sem hefur farið í þetta allt saman? Já, algjörlega sko. Maður er búin að hafa þetta bak við eyrað núna síðan að maður var valinn fyrst og vera að vinna þessu og gott að uppskera. Er þetta ekki líka bara búið að vera draumur síðan þú varst lítil? Er það ekki svona klassíka? Jú, algjörlega bara draumur síðan að ég vissi hvað það var sko. Síðan ég sá bara fyrsta landsliði fara á stórmót. Þannig að það er mjög gott að vera að ná því markmiði, en ég vil gera eitthvað á þessu móti, það er ekki bara að vera komin á það, það er líka að standa sig vel og komast upp í riðlinum. Þannig að tókum við nokkra daga í Serbíu, hvernig voru þeir dagar? Þeir voru bara mjög góðir, það var ótrúlega heitt en samt bara mjög gott fyrir okkur held ég, að ná að venjast hitanum og komast og hingað í aðeins lægri hitastig og vorum bara í svona búblu þannig að við náðum alveg að þétta okkur ótrúlega vel saman og bara ótrúlega gaman á æfingum og ótrúlega mikil stemming. Það var með eitthvað brjálæðislega mikið að gera í kringum hótelið þar, þannig að þið voru bara svona í búblu eins og segir. Já, algjörlega. Við bara fundum eitthvað að gera saman og vorum bara í fullum undirbúningi fyrir að koma hingað. Svona leikurinn út í Serbíu, sigur, gott að taka sigur með inn í mótið? Já, algjörlega sko. Við spilum þannig leik bara mjög vel fannst mér. Byrjuðum bara alveg fullum krafti og sem er mikilvægt að setja tóninn og við þurfum að gera það bara í næstu leikjum sem koma. Ápressan, hún virkaði býsna vel í byrjun leiksins? Já, bara mjög vel og þú veist eins og ég sagði, bara setja fullt gas og koma þeim á óvart og við gerum það og uppskarum 2 mörk. Við erum núna komnar yfir til Sviss, komið á hótel í gær, hvernig var að mæta á þetta hótel? Vá, sko bara draumi líkast, ég er bara eiginlega engin orð fyrir það, þetta er bara geggjað umhverfi og maður vaknar á mótnana og bara lítur út á vatnið og já, eins og maður sé í draumi. Er þetta bara svona, þú veist, maður sjá myndinir af þessu, er þetta bara eins og málverk þegar þú opnar svefnherbergis gluggann, bara að sjá út og svona? Já, bara algjörlega og bara, þú veist, þetta getur ekki að gefa manni meiri orku heldur, eða þú veist, þetta er bara, maður verður svo jákvæður og bara svo spenntur fyrir öllu, þetta er, já, bara geðveikt. Þið eru bara býsna vel ykkur eða hvað? Já, bara mjög vel okkur sko. Þið mættu hérna á æfingasvæði, félagi sem stendur fyrir þessu æfingasvæði, þið tóku býsna vel á móti ykkur? Já, það gerði það, bara mjög gott að hafa svona aðdáendur sem koma á æfingu, bara geggjað og það sýnir hvað Sviss er tilbúið að halda þetta mót og hvað verður mjög mikil stemming í kringum mótið allt. Talaði við forseta félagsins og hann talaði að þetta væri bara eitthvað mesta stolt félagsins að fá ykkur hérna í heimsókn, hvernig er bara svona að heyra það? Það er bara geggjað, þetta er þú veist, fyrir okkur við erum að mæta æfingu, það er bara eitthvað venjulegt fyrir okkur en fyrir þau að við sem að mæta er alltaf bara hjút, þannig að það er gott að hafa það bara eitthvað en að heyra að þetta sé miklu stærra en maður heldur. Það er náttúrulega opin æfing líka í dag, allir litlu krakkarnir mættir náttúrulega að horfa á ykkur, það er svona gaman að sjá það. Já, mjög gaman og bara stelpur og strákar að mæta og geggjað að, þannig að já, bara geggjað að þau séu að koma á æfingu og horfa á okkur. Það er eins og sagðir á rosalega heitt í Serbíu, það er líka svolítið heitt hérna, þú ert náttúrulega að spila á Spáni, er auðveldar fyrir það að takast á þetta? Heyrðu, já, mér finnst það. Ég er svona eftir að hyggju, það var bara mjög gott fyrir mig að hafa farið til Spánar því ég átti alveg vandamál með hitan fyrir. En nú er ég búin að vera í ára að spila í hita, þannig að ég er bara orðin vön þessu, myndi ég segja. Veit öll trikkinn og þannig. Ert þú mikið í þessum klökum og svömpum og öllu þessu dótið? Ég tek klaka stundum, en svampanir, nei, ekki það mikið. Það styttist í fyrsta leik á móti Finnlandi, bara hversu spennt ertu orðið fyrir því? Bara mjög spennt, bara get ekki beðið eftir að spila með stelpunum á móti Finnlandi og vonandi ná í 3 stig. Möguleikarnir að koma upp riðlinum og svona horfir á hann riðil, gríðarlega jafn riðil, og svona býst við að þetta verði allt hörkuleikir, hvernig sérðu þennan riðil fyrir þér? Já, algjörlega, ég myndi halda öll liðin horfið þennan riðil og segja, ok, við getum komist upp úr, en við erum náttúrulega líka að hugsa þannig, en þetta verður allt hörkuleikir af því að öll liðin vilja náttúrulega vinna leikinn og komast upp úr riðlinum, þannig að við þurfum bara að byrja mjög vel á móti Finnlandi og ná í 3 stig þar og það mun gefa okkur orku í næstu leiki. Svo líkil leikur í riðlinum þessi leikur á móti Finnlandi? Já, ég myndi segja það, því hann er alltaf fyrsti leikurinn, en síðan er þetta bara leikur fyrir leikur, þannig að byrjum bara að fókusa á hann og svo sjáum við hvernig hann fer og tökum svo næsta. Vonandi verður bara partíið sem lengst? Já, vonandi. Takk fyrir að deildur og gáðu vel. Takk fyrir.